Komið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur á Akranes þar sem að leikur í amerísku fótbolta fer fram núna klukkan 4. Einherjar gegn Tyresö Royal Crowns frá Svíþjóð. Leikurinn fer fram í Akraneshöllinni hérna upp á Skaga, mekka knattspyrnunnar eins og margir vilja meina, og ameríski fótboltinn virðist að taka yfir hérna upp á Akranesi. 500 leik. Einherjar spiluðu síðustu helgi gegn liði frá Þýskalandi þar sem Þjóðverjarnir sáu aldrei til sólar og Einherjar tóku 50-0 sigur úr Kópavoginum. Þar spiluðu Einherjar sennilega sinn besta leik gegn sínum erfiðustu andstæðingum, en svo virtist ekki vera á leik liðsins. Þetta var stærsti sigur Einherja í þeim 8 leikjum sem þeir hafa spilað. Þetta er sá 9. 5 sigrar, 3 töp fram að þessu. Og það væri óskandi að fá að sjá 6 sigra og 3 töp. Það er vonandi tölfræðin sem við fáum að sjá eftir þennan leik. Tyresö Royal Crowns er í næst efstu deild í Svíþjóð. Þetta er virkilega sterkt lið og deildirnar hérna í Svíþjóð eru feikna sterkar. Tyresö liðið kemur með fullskipa lið og þar ber hæst að nefna Dennis Ísberg, leikstjórnanda liðsins, leikmann nr. 8. Hann er virkilega góður og er með alvöru kasthendi sem að hittir yfirleitt á þann leikmann sem hann vill hitta á. Einnig er hægt að tala Kevin Bursey, leikmann nr. 13, útherji, skruggufljótur með lím á höndunum. En í Einherjaliðinu er náttúrulega þeirri leikmenn sem ber hæst að nefna eru þetta Bergþór Filip Pálsson, leikstjórnandi. Sá gæi er bara sennilega besti leikstjórnandi sem að ég hef séð spila með berum augum. Hann getur kastað, hann getur hlupið, hann getur gert þetta allt, hann stjórnar sókninni upp á sitt einstæmi nánast og hann er virkilega góður. Einnig eru við með Luke Wildung sem gefur frá Bandaríkjunum, spilaði síðustu helgi líka. Hann er útherji, hann er varnarmaður. Hann er í rauninu bara það sem hann vill vera. Hann getur verið hlaupari og hann er virkilega góður. Skoraði snertumark í síðasta leik og ég gerir fastlega ráð fyrir að hann seti 1 eða 2 í dag líka. Einnig Pierre Gorgo, leikmaður nr. 12, kemur frá Frakklandi. Hann spilar sem varnarmaður, safety, aftastur í vörninni og stjórnar vörninni alveg eins og herstjóri. Sindri Þór Sigurðsson, einnig safety, sparkari liðsins. Hann klikkaði ekki sparki í síðasta leik og það er mjög gott að fylgjast með honum í dag. Hann verður á eldi, ég get lofa eitthvað því. Leikmenn er að gera sig klára hérna í Akraneshöllinni. Bæði lið að klára upphitanir, dómarar á miðjunni að ráða ráðum sínum, skipuleggi leikinn. 2 metri leik. Aðaldómari leiksins kemur frá Svíþjóð og hinir 4 eru Íslendingar. Þetta er virkilega spennandi leikur því að þetta lið, Tyresö Royal Crowns, komst í úrslitakeppnina og voru sárlega nálægt í að koma sér í efstu deild, en því miður gekk það ekki fyrir þá. Þeir skora að meðaltali svona rúmlega 48 stig í leik og eru að fá á sig svona kannski 10 stig. Þetta er sterkt varnarlið, sterkt sóknarlið, leggja mikið upp á hlaupum, en ef það gengur ekki þá geta þær auðvitað skipta yfir í köstin og þau virka jafnvel. Það verður gaman að fylgjast með kónginum frá Hvolsvelli, Viðari Gauti Önundarssoni, leikmann nr. 14, einn af 4 fyrirliðum liðsins. Hér sjáum við þá 4: Bergþór Filip, Inga Þór, Viðar Gauta og Nikulás Snæ, fyrirliða íslenska liðsins. Takast í hendur, ræða við andstæðinga og dómara.
kast upp á það hver byrja leikinn. En það er virkilega gaman að sjá uppgang ameríska fótboltans á Íslandi. Einir byrjar að færa út kvíarnar, byrjar að vera með leiki út á landi sem að við fögnum. En þessi útsending er í boði IA TV. Við þökkum þeim kærlega fyrir það að senda þetta út hérna frá Akranesi. Topp menn. Þeir hafa verið að sýna knattspyrnu, körfubolta, alla þær íþróttir sem er í boði á Akranesi og hafa gert það með miklu sóma. Hér er allt að hefjast upp á Skaga. Þetta er leikur sem er spilaður eftir háskólareglum sem er aðeins öðruvísi en þær sem við þekkjum úr NFL. En háskólareglurnar eru aðeins frábrugðnari. Sem dæmi er hægt að nefna að ef útherji grípur boltann þá þarf bara ein löpp að snerta grasið inn fyrir línu og það er gilt. En í NFL-inu þarf það að vera um báðar lappir á jörðinni til þess að fá gripi gilt. Einnig eru háskólareglurnar aðeins svona, hvað maður að segja, það leyfa meira en það eru yfirleitt meiri átök í háskólaboltanum og persónulega finnst mér hann líka skemmtilegri. En það eru engar pásur milli leikluta nema það náttúrulega bara í hálfleik. Hér er allt að hefjast. Sindri Þór Sigurðsson byrjar að sparka frá sér sem þýðir að Svíarnir byrja í sókn. Og hér kemur fyrsta sparkið. Og það er frábært eins og venjulega. Svíarnir byrjaði að hlaupa. Og hann kemst ekki langt. Þetta eru kannski 20 hjarta sem hann kemst. Frábærlega gert hjá einherjunum að stoppa þetta í fæðingu. Og þá kemur sóknarlið Týrisö til að hefja sína sókn. Það er vel mætt hérna á Akranesi. Skagamenn eru greinilega hrifnir af ameríska fótboltanum eins og við. Það er fagnaðarefni. Hér er sóknin. Ted Eriksson byrjar sem leikstjórnandi en þeir byrja á hlaupi. Það var Sakoya Parham sem tók þetta hlaupari fyrir Týrisö. Það er önnur tilraun og svona kannski 8. Og hann ætlar að kastar honum út, gripið, en hann er tekið niður. Þetta var Kevin Bursey sem við talaðum á hann. Þeir leitað mikið á hann. Þriðja tilraun og 2. Nú þurfa einherjar að fá stopp, ekki seinna en strax. Hér kemur sóknin og hann hlaup og hann er bara farin í gegn. Hann er að fara þetta leið. Frábærlega gert hjá Týrisö. Sakoya Parham skorar fyrsta snertimark leiksins. 6-0 og ekki byrjar að vel fyrir einherja. Sakoya Parham, þvílíkur kraftur í þessum strák. Og Týrisö ætlar að sparka fyrir aukastigi. Þetta sýndi okkur að það þarf ekki alltaf að vera flókið. Einfalt kerfi. Og Sakoya hleypur í gegn og sparkið er gilt. 7-0 fyrir Týrisö. Það er nóg eftir að þessu. Það var Karl Berg, sparkar í Týrisö.
Leikmann númer 4 sem að náði þetta aukastig, gott spark hjá honum. Þá kemur Karl aftur og sparka frá. Þá geta Einherjar hafið sínum sókn. Það gerir sig klára hérna. Ég sparka frá sér. Og sparkið er stutt. Þá kemur AJ Davis hlaupið. Nei, þetta er Ingi Þór og hann er að fara langt hérna. Þetta er frábært hlaup. Hvað gerst það langt? Já, frábært hlaup hjá Inga Þóri Kristjánssoni hlaupara. Rúmir 50 yardar. Ekkert að þessu hlaupi, frábærlega gert. Þá fáum við að sjá hvað Bergþór Filip hefur upp á að bjóða. Gaman að sjá þetta Einherjalið, margir ungir, nokkrir Skagamenn í þessu liði. Og hér kemur Bergþór. Finnur Luke Wildungen, missi boltan. Gott kast. En Luke Lee var ekki alveg tilbúin í þetta. Ekkert mál, önnur tilraun á 10. Gaman að nefna útherja Einherja hérna. Gabriel Andra Hafþórsson, Skagamaður, númer 81. Fæddur árið 2000. Hér er önnur tilraun. Og það er kast aftur og hann finnur við að Gauta og þetta er endurnýjun. Frábært kast, frábærlega gripið og þeir fara áfram. Fyrsta tilraun á 10. Hér kemur fyrsta tilraun. Spurning hvort það fer í hlaupið hérna, reyna að leita Inga. Nei, Bergþór kastar og hvað? Þetta er gripið. Það er flagg á kerfinu. Þarna fann hann Luke Lee, Bandaríkjamanninn, sem er allt múlíkt mann í þessari íþrótt. Frábærlega gripið, gott kast. Fáum að sjá hér á hvað var flaggað. Já, hann hefur gripið í gríminn á honum. Það er ólöglegt. Og þeir fara áfram. Fyrsta tilraun og mark. Það verður frábærlega gert hérna hjá Einherjum með myndu bara jafna þetta strax. Og hér kemur fyrsta tilraun og mark. Fara sennilega í hlaup hérna. Og Ingi tekur boltan og hvað gerist? Þeir fara áfram nokkra hjarta, ekki nóg fyrir snertimarki. Nú er sennilega bara komist upp á bardagslínu. Önnur tilraun og mark. Já. Fær Ingi sig á hérna hlið. Og
Bergþór ætlar að kasta og grípur. Þetta snertimark, frábærlega gert. Auðvitað er það Viðar Gauti Önundarson, kóngurinn frá Hvolsvelli. 7-6 og Sindri kemur inn á og ætlar að sparka fyrir aukastígi. Sindri er ekki vanur í að klikka. Þau vonandi ekki að taka upp á því núna. Klikkaði ekki spyrnu síðustu helgi. Hún var boðið háskólaboltasamningur í fyrra. Hann tók því ekki, en það kom með konu og börn. Og hér kemur til hann til aukastigs. Og hún er í gegn, já. Frábærlega gert hjá Einerum, 7-7. Þetta stefnir í stórleik. Frábær sókn hjá Einerum. Og þá sparka Einerandi frá sér. Enn á ný. 2 tilraunir, 2 snertimörk. 1 á hvort lið. Svolítið fram og tilbaka og við erum ánægðir með það. Við viljum fá nóg af snertimörkum, nóg af flottum kerfum. Fögnum því að þetta verði jafnleikur. Og Sindri vill ekki sjá þennan bolta. Hann vill fá alvöru bolta. Hér kemur dómarinn galvaskur hlaupandi með hann. Já, Sindri sáttur með þennan bolta. Þá sparka Einar frá sér aftur. Og það er gott, það er frábært. Og þá koma Týrisö. Og þetta er gott hlaup. Hvað fer hann langt? Hann fer mjög langt. En hann tekið niður við 45 hjarta. Þetta var Filip Persson, Svíi. Kraftur í stráknum. Og þá koma Týrisö í sína aðra sókn. Það verður ljúft að sjá eins og eitt inngrip hjá Styrmi Má Ólasinni, línumanni, linebacker eins og heitir á bandarísku. Hann átti 2 í síðasta leik. Hér kemur sóknin, þetta er langur bolti en þetta finnur ekki Ríkard Olsson. Önnur tilraun á 10. Ted Eriksson, leikstjórnandi. Týrisö finnur ekki Ríkard. Þá kemur önnur tilraun. Það er hlaup en hann fer hvorki lönd né strönd núna. Sequoia Parham. Varnarlið Einherja þarf að hafa mikla gætur á Sequoia. En Sequoia liggur eftir hérna. Hann hristi þetta af sig vonandi fyrir leikinn. Frábær leikmaður. Hann virðist vera sárþjáður, Greg Hallinn. Hann staðinu upp. Hann getur ekki stigið löppina, ég sé það ekki gerast að hann haldi áfram. Sem er hrikalegur skellir fyrir Týrisö af því að Sequoia Parham er virkilega sterkur leikmaður. Skoraði snertimarkera.
Þetta er frábært einstaklingsframtak en þá vonandi fá að halda leik áfram. Hér kemur það. Ted Eriksson er klár. Einir eru klárir. Þá er ég klár. Og hann ætlar að finna, reynir að finna eitthvað. Pierre Cargo grípur þetta, inngrip. Og já, frábærlega gert hjá Pierre. Þessi sending hjá Ted Eriksson var vægast sagt léleg. Það var ekkert póstfang á þessu. Nema í krumlurnar á Pierre Cargo. Pierre átti frábæran leik á móti þýska liðinu síðust helgi. Og hann er að byrja þennan leik frábærlega. Mikil styrking, en hér kemur Bergþór Philipp. Og finnur ekki Kolbeinn hana, Kolbeinn Þór Kolbeinsson. Allt er góður, önnur tilraun á 10. Þá koma þær aftur. Bergþór og Ingi eru klárir. Bergþór finnur Ingi. Nei, hann ætlar að hlaupa sjálfur hérna. Og hvað? Fer í gegnum 1, fer í gegnum 2. Og hvað? Fer út af. Frábært hlaup hjá Bergþóri. Þetta er sem ég var að tala um fyrir leik. Hann getur gert þetta allt. Ef hann sér glufuna, þá fer hann bara sjálfur. Yfirleitt með góðum árangri. 22 yardar í endamark. Þetta er frábærlega gert. Það er ekkert að því að eiga eitt svona. Þetta er allir eiga eitt. Fyrsta tilraun og 10. Þá fáum við að sjá hvað Bergþór býður upp á hérna. Og hann ætlar að kasta þessu. Finnur Luke Lee. Luke fer í gegnum 2 hérna, en er tekið niður á lokum. Og þetta var frábært, önnur tilraun. Kemur önnur tilraunin á einherjum. Og Bergþór ætlar að kasta þessu. Kastar þessu Gabriel, en Gabriel missir hann hana. Eitthvað smurfeiti á hönskunum hans. Hann þrýfur það af. Ekkert mál, 3. tilraun á 10. Nei, 3. tilraun á svona 5 kannski. Hér kemur 3. tilraunin. Og hann ætlar að kasta, leitar á Viðar. Og hvað? Já, þetta er gripinn bolti hjá Viðari, endurnýjun. Fyrsta tilraun aftur. Frábærlega gripi hjá Viðari hana. Erfitt að grípa bolta þegar þeir eru svona nálægt jörðu. En það er ekki erfitt fyrir Viðar. Það er fátt sem er erfitt fyrir hann.
Þá koma þær í fyrstu tilraun og hér kemur hún. Bergur ætlar að kasta, reyna að finna lúk en það ekki gripið. Það erfiður bolti fyrir Lúk Veldvang. Önnur tilraun og 10. Hér kemur önnur tilraun og Ingi ætlar að hlaupa og hann fer bara alla leið. Já, já. Ingi Þór Kristjánsson kemur þeim í 13-7. Sindri ætlar að sparka fyrir aukastíðinu og koma þeim í 14-7. Frábærlega gert hjá Einarunum hérna. Og hér allir klárir. Og aukastíð gott. Þetta inni 14-7 fyrir Einherja. Virkilega vel gert. Og Einherjarnir komnir yfir. Þetta allt eins og á að vera. Svo sjáum hérna vel mætt. Margir í stúkunni. Þrjár 47 eftir að fyrsta leikluta. Sindri Töllir inn á með keiluna góðu. Sindri búinn að finna góða boltann. Allir klárir hérna hjá Einherjum. Þá kemur sparkið. Og það gott sem fyrr. Og þeir ætla að reyna að hlaupa með hann eitthvað hérna. Og þetta gott hlaup, þetta virkilega gott hlaup. En hann tekinn niður. Kevin Bursey. Hann hérna í svona 55 hjartar. Einhver vandamál með skipulag á varnarleikliðins. Einherjarnir taka leikhlé. Hér koma Einherjarnir aftur inn á. Og þeir eru tilbúnir, búnir að ráða ráðum sínum. Hér kemur Ted Eriksson. Og hann ætlar að kasta þessu. Finnur útherja. Hversu langt kemst hann? Kemur sér af.
10 í jördunum en ekki alveg, þannig að þetta er önnur tilraun og einhverjir inches sem þeir þurfa. Þeir fara væntanlega bara að hlaupa fyrir því. Og þeir ætla að kasta þessu, finna útherjan, en Rasmus, cornerback, einherja tekur hann yfir. Þeir fundu þarna Filip Persson. Gott samstarf milli Ted og Filip. Og Týris er að komast hættulega nálægt hérna. Fyrsta tilraun á 10. Og þetta ætlar að kasta svo langt en Pierre, en þetta á ekki eftir að gilda. En hann heldur áfram og kemur sér út fyrir, en þetta gildir ekki. Það eru 2 flagg á þessu. Sýndist þetta að vera full start hjá varnarliðinu. Það voru varnarmenn einherja sem að voru of bráðir hérna og komu og fóru og snemma af stað, sem því að Týrisóknin heldur velli. Hér kemur það ennþá fyrsta tilraun á 10. Hvað gerir hér? Ted Eriksson leitar út, finnur innherjan sem að grípa boltan frábærlega og kemur sér nokkra jarða áfram. Ríkard Olsson. Kemur sér áfram einhverja 2-3 jarða og heldur Týrisókninni ennþá lífi. Önnur tilraun. Hvað ætlar Ted Eriksson að gera hér? Hér kemur sóknin að kasta þessu. Kastar þessu út en finnur engan. Reyndi þarna að finna Kevin Burchey. Útherja. Gekk ekki. En það er flagg á þessu. Sennilega fyrir þessa hrindingu sem við sáum eftir að boltinn var farin úr leik með óíþróttamennsleg hegðun og er bannað. Þá má sjá þetta hérna. Já, það var nákvæmlega það. Óíþróttamennsleg hegðun hana hjá, hvort það var ekki AJ Davis, leikmann nr. 33 hjá einherjum. Þeir fá að taka þessa tilraun aftur, önnur tilraun. Hún færist áfram 5 jarða. Þá er þetta önnur tilraun og svona cirka 1 jarði sem þeir þurfa að fara áfram. Hún færast alltaf nær endalínu. Hvað er í gangi hér? Já, það er fyrsta tilraun. Hér kemur fyrsta tilraun og 10. Hér kemur Ted. Fyrir bútleggi inn í endalínu og þetta er gripið, snertimark hjá Týrisu. Þetta var Ríkard Olsson. 14-13. Skemmtilegt kerfi hérna hjá Týrisu. Ted Eriksson fyrir bútlegg, kemur sér utar á völlinn. Finnar Ríkard Olsson í horninu í snertimarksfæri.
Og hann hleypur sparkari Týrisö inn á. Karlberg spilar einnig sem cornerback í vörninni og hann ætlar að reyna að jafna þennan leik. Sjá hvernig það fer. Og sú spyrna er góð. Aukastig í lagi, 14-14, aftur komin í jafnan leik. Rúm mínúta eftir af fyrsta leikhluta. Og Karlberg ætlar að sparka frá sér. Þá getur Bergþór Filip reynd að koma inn yfir á nýjan leik. Og special teams hjá Týrisö eru klár. Þá getur Karlberg sparka frá sér. Hér kemur sparkið. Það er gott. Og AJ Davis tekur hann upp og ætlar að hlaupa. En hann kemst svona 30 yarda línunni. Sem er bara fín vallastaða fyrir einherja að byrja. AJ Davis gerði vel í að ná að bjarga á nokkrum jördum hana. AJ Davis kemur frá Bandaríkjunum upprunalega en er í rauninni bara orðinn Íslendingur, búinn að búa hérna í mörg ár en með íslenskt ríkisfang og hefur spilað með einherjum í 3 ár held ég að mig minnir. En nóg það. Hér koma einherjarnir í sókn. Bergþór Filip er klár. Og hér kemur það, hann ætlar að kasta þessu. Kastar þessu langt, finnur Luke. Luke grípur boltan. Og hvað? Kemur sér vel á leið. Inn fyrir 30 yarda línuna. Frábærlega gert. Geggjakast hjá Bergþóri. Ennþá betur gripið hjá Luke. Og þeir fara áfram einhverja 30 yarda hérna sem er frábærlega gert. Við erum komnir inn í síðustu mínútuna í fyrsta leikhluta. Það verður gaman að fá snertumark hérna í lok leikhlutans. Það er vel hægt, nóg eftir. Hér kemur það, Ingi ætlar að hlaupa. Ingi hleypur, já, kemst nokkra yarda. Vel gert hjá Inga. Og þá er það önnur tilraun. Og fyrsta leikhluta lokið hér úr Akraneshöllinni. Og það eru engin hlé milli leikhluta. Þannig að leikmenn skokka bara yfir á hinn vallarhelminginn, skipta vallarhelminga og halda áfram sem er frábært. Það er engar auglýsingar hér og við fögnum því. Við viljum bara halda veislunni í gangi eins lengi og hægt er.
Hér koma einherjarnir aftur. Byrjun annars leikluta. Og Bergþór hefur eitthvað fyrir okkur hér. Hann finnur Viðar Gauta og Viðar Gauti kemur sér eitthvað áleiðis. Frábærlega gert. Inn fyrir 20 hjartana. Viðar Gauti með okkur bestu hendur á Íslandi. Grípur allt. Og ára þriðja tilraun. Og hér kemur hún. Bergþór ætlar bara að kasta þessu. Og þetta er flagg. Og þetta er líka óíþróttamannsleg hegðun hérna. Hvaða rugl er þetta? Þetta er full start. Það er klárt. Þeir ættu nú að fá 15 hjarta víti á þetta líka. En þeir virðast bara ætla að vera finn, þeir ætla að sleppa honum með þetta. Og það er fyrsta tilraun. Fyrsta tilraun á 10. Hér kemur og Bergþór ætlar að hlaupa þetta sjálfur. Eða hvað? Nei, finnur Lú. Og hvað? Gabriel Andri grípur þetta ekki. Grátlegt. Missir boltan í fyrstu tilraun. Hefur aðra tilraun til að grípa en nær hann ekki. Ára önnur tilraun á 10. Virkilega góð björgun hjá Bergþóri upp á því sem komið var. Gott kast. Þetta er allt í góðu, ekkert mál. Áfram gakk. Hér kemur önnur tilraun á 10. Bergþór ætlar að kasta þessu fyrir bútleggið og það er vel sótt að honum. Hann hristir af sér en er síðan tekinn í krumlurnar hann á leikmanni númer 10. Adam Bender, linebacker. En hann virðist þá að ná að redda sér, komist aftur á bardalíunni. Þetta eru þriðja tilraun á 10. Það er líka YouTube channel. Og hér kemur þriðja tilraunin. Þetta er falskt start. Vel gert úr Bergþóri þarna. Þetta er 5 hjarta víti. Ennþá þriðja tilraun. Þá var þetta þriðja tilraun á 5 í staðan fyrir 10 sem er flott og einar eru vel inn í vallamarsfæri að þetta fer í vaskinn. Við viljum frekar fara á snertimarki. Þá kemur langt innkast. Þetta er of langt en það er engan síður flagga á þessu kerfi. Fyrir hvað er ekki viss. En þetta víti var á Týri Sjö og þeir fara bara í snertimannsfæri. Fyrsta tilraun á mark. Hvað fáum við hér frá Bergþóri? Þetta er kast út á Lugli og Lugli er tekið niður rétt fyrir utan vallamark. Vel gert hjá Lug. Það er bara átt að í þessum gæja.
og hann fá að sjá aðra tilraun og einhverja sé ekki einhverju 3 yardar og hér kemur önnur tilraun og hann kallar eitthvað að breyta skipulaginu aðeins og þá kemur þetta og hvað gerist? Heppnir hann einherjarnir næstu búið að Týri Söðvörður var búinn að taka hana frá þeim en þeir náðu ekki takja á boltanum þá er það 3. tilraun og hvað ætlar Bergþór að gera hérna? 7 Helga! Ætlar hann að reyna að kasta þessu, ætlar að fara í hlaupið Ingi ætlar að hlaupa og hann fer alla leið snertimark Ingi Þór Kristjánsson með sitt annað snertimark í dag alvöru segla í þessum gæja frábærlega gert 20-14 og Sindri Þór röltir hérna inn á gerir sig kláran í aukastíð er hérna að koma þeim í 21-14 væri óskandi og er ekki með það og Sindri það fer alla leið en það er eins og að flagga á þessu (21-14) er staðan þangað til annað kemur í ljós en einherjarnir hafna því bara og aukastigið er staðreynd 21-14 þegar 7 mínútur og 50 sekúndur er eftir af öðrum leikluta og ætlar Sindri að sparka frá sér enn á ný þá fara allar að gera sér kláran hérna og hér kemur sparkið það er náttúrulega bara frábært eins og áður en hér kemur komaður það fari ekki langt og þetta var Sakoya Parham greinilega búinn að hrista sig meiðslin en þá komum brönnur og hann liggur aftur eftir en hann hristir þetta af sér þetta er nagli Sakoya alvöru svíjablóðið þessum en það þarf að bera hann að velli aftur hann virðist bara að vera ómeiddur til þess að geta haldið áfram í bili allavega en hann reyndi að halda áfram við vorum að dásta því hér kemur Teddy Eriksson aftur fyrir Týri Söð nei, þetta er svo sem ég talaði um áðan Dennis Ísberg númer 8 þetta er svo sem ég sagði að menn ætti að fylgjast með í þessu Týri Söð-liði hér kemur Dennis flagg hérna út um allt og þetta kast fer ekki neitt engin adressa á þessu og það eru 2 flögg sikkur megin á vellinum fáum að sjá hér innan skans hvers vegna það er en Ingi Þór Kristjánsson er eiga stórleik hérna í einherjasókninni maður leiksins hingað til það er klárt
Júdómeistarinn gamli, Íslandsmeistari í júdó þegar hann var yngri. Síðan var það bara á lét, þannig að hann fór bara í ameríska fótboltann. Og hér kemur Dennis Ísberg aftur. Þeir ætla að kasta þessu. En Filip Persson er ekki að grípa þetta, en Bergur Dan, einn af dómarum leiksins, ákvað að flagga á þetta. Hvers vegna veit ég ekki. Ég sá ekki þessu. En þetta er gult flagg á einherjavörnina. Og þeir færast áfram hérna 5 yarda og fá fyrstu tilraun. Endurnýjun. Hér koma þér félagar Dennis Ísberg og Adam Palonen hlaupari. Lítið sést til Adam hingað til. Vonum að það haldi bara áfram. Einherjana vegna. Hér kemur fyrsta tilraun á 10. Og Dennis ætlar að kasta þessu, finnur útherja sinn sem er með flugbraut en er tekinn niður á lokum af Pierre Corgo. Enga síður endurnýjun. Aftur er það fyrsta tilraun á 10. Og hér kemur fyrsta tilraun. 38 yardar. Pierre Corgo hérna stýrir þessu. Dennis Ísberg ætlar að reyna að finna þarna Emil Dalbom. En Emil var bara farinn. Og Dennis fylgdi ekki, sem þýðir að þeir enda á annarri tilraun og 10. Og hér kemur önnur tilraun á Týrisö sókninni. Dennis Ísberg ætlar að kasta hérna út, finnur Kevin Bursey sem heldur bara áfram þá til AJ Davis tekur hann niður. Þriðja tilraun. Og slæmar fréttir hérna fyrir einherja vegna þess að Sævar Hlíðkvist liggur eftir og var skipt af velli. Liggur sárþjáður hérna á vellinum eins og við sjáum. Sævar Hlíðkvist, einhver besti varnarmaður einherja liðsins. En leikurinn heldur áfram fyrir því. Það er önnur tilraun og það hefur verið flagga á þessu að þeir fara tilbaka 10 yarda. Það er önnur tilraun og 20. Dennis Ísberg ætlar að kasta þessu, fer í bútleggið og það er langt. En þetta fer beint í krumlurnar á. Nei. Þetta fer Pierre Corgo, var alveg með þetta, alveg handalega misti boltan. Sem þýðir að þetta er þriðja tilraun á 20 í staðan fyrir inngrip. Það hefur verið gaman að fá annað inngrip Pierre í þennan leik. Frakkinn. Þetta er maður sem kallar ekki alltaf ömmu sína. Kannski aðalega ömmu sína bara. Hér kemur þriðja tilraun á 20.
Dennis Ísberg breytir kerfinu eitthvað og ætlar að kasta þessu. Það er langt aftur og nú grípur Pierre boltan. Frábærlega gert hjá Pierre. Og einherjar fara í sókn. Annað interception hjá Pierre Korgo. Og þú ert ekki að gefa honum 2 tækifæri. Og einherjarnir hérna í frábæra vallastöðu. Ætla að gera tilraun til þess að komast 2 snertimörkum yfir. Það væri ljúft. Ljúft að vera 2 snertimörkum yfir í hálfleik. Við kvörtum ekki við því. Það eru 6 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Hér kemur Bergþór, búið að flauta á þetta. Vegna hvers? En þá fyrsta tilraun. Hér kemur Bergþór. Þetta er langt á Lugli. Lugli grípur þetta bara. Hristir af sér. Eða, já, hristir hann af sér. En hann missir boltan. Og Týrisjö nær honum og eru teknir niður. Leiðilegt. Hann var næstu komið bara í snertimarki hana. En síðan ákvað varnarmaður Týrisjö að hrifsa bara á honum boltan. En þeir fá hins vegar ekki boltan tilbaka af því að vegna þess að Luke var með að koma með boltan í hendurnar öruggar og ennþá fyrsta tilraun. Það hefur verið flagga á þessu greinlega en þeir fara áfram 5 hjarta og halda fyrstu tilraun. Fyrsta tilraun á 5. 5:51 eftir á þessum fyrri hálfleik. Og Bergþór skoðar völlinn, tekur boltan, setur hann á Inga en Ingi er bara tekið niður jafnharðan. Þeir tapa jörðum hérna. Önnur tilraun og hér kemur önnur tilraun og svona 13-14 og hér kemur Bergþór að þarf að kasta þessu eða bara hlaupa þetta sjálfur en hann er tekið niður. Það var ekkert sérstök ákvörðun. Allt í góðu. Þriðja tilraun. Þetta er erfið staða fyrir einherja sem eru komnir í núna. En ég treysti þeim vel fyrir því að koma sér út úr því. Hér koma einherjarnir aftur í þriðju tilraun og langt.
Og Bergþór ætlar að kasta þessu. Þetta er langur bolti inn á Kolbeinn og Kolbeinn missir boltan. Æjæjæj. Leiðilegt. Þá er það bara fjóruða tilraun. Og Sindri væntanlega bara að pönta þessu frá. Þá hafa Týri Sögumenn tækifæri til þess að jafna leikinn hérna fyrir hálfleik. Og þá kemur pöntið núna. Það er gott pönt. Þeir ætla að halda áfram að hlaupa þetta. Það hleypur bara út af leikmaður nummer 12. Ríkard Olsson. Honum er kalt. Hann ákvað að spila í hettupeysu í dag. Þá kemur Týri Vörnin aftur inn á nýjan leik. Dómarinn hérna eitthvað að ræða málin. Og þeir er eitthvað að velta fyrir sig hverjir að leggja bolta niður. Þeir leggja bolta niður við 20 jarðana. Þá getur Teddy Eriksson sem er aftur kominn inn á. Nei, Dennis Ísberg er það. Getur hann hafið þetta. Flag, false start. Þeir halda áfram. Langur bolti sem að finnur engan. Það er allt í góð. Og hvað? Annað flagg á þessu hérna. Vegna hvers? Veit ekki. Þeir á varnarlið. Þeir halda fyrstu tilraun. Og þetta hefur verið 10 jarða víti. Nei. Meira. Þetta hefur verið pass interference. Þá fær sóknarliðið að byrja með boltana sem að víti átti sér stað. Fyrsta tilraun á 10. Og hér kemur Dennis Ísberg. Finnur Ríkard Olsson sem er tekinn niður allt svakalega af Sævari Hlíðqvist. Sævar Hlíðqvist er skólabókardæmi nagla. Þetta er gæði sem þú vilt ekki lenda í. Sérstaklega núna eftir að hann meiddi sig. Þá er hann ennþá reiðari. Þá er best bara að forða sér þegar hann kemur á þig. Hér kemur önnur tilraun. Og 8. Dennis Ísberg finnur Bóam. En Bóam er bara tekið niður og þeir tapa hjörtum hérna. Nikolás Snær Magnússon. Frábærlega gert hjá honum. Virkilega vel gert.
Það eru 2 einherjar sem liggja eftir hérna. Annars vegar Sindri Þór og hins vegar það Nicholas Woods. Bandaríkjamaður. Nei, það ekki Nicholas Woods. Það virðist vera... Það engin leið fyrir mig að sjá það. Það Styrmi Már og það blóðtaka fyrir einherja ef hann þarf að fara út af. Styrmi Már sleit crossbönd fyrir ári síðan. Spilaði sem fyrsta leik eftir þau meiðsli síðustu helgi og er að spila sem annan leik núna. Var alltaf sóknarmaður, nefndi því ekki lengur að vera létt, fór bara í vörðin í staðinn. Þá koma þær hérna í 3. tilraun. Týrisö. Það er strax komið flagg á þetta. Einhver misskilningur hérna bara. Ekkert á þetta. En það voru leikmenn ekki einu sinni tilbúnir. Er þetta flagg á eitthvað sem gerist ekki? Hér kemur 3. tilraun og 8. Og Dennis Ísberg ætlar að kasta þessu. En þetta er ekki gripið. Luke Lee klettur í vörninni. Og það var það 4. tilraun. Og þeir ætlar að láta reyna það. Hann með endilega að gera það. Það er alltaf gaman að sjá sókn á 4. tilraun. Ekki oft sem það gengur, en það er fallið þegar það gerist. Já, þeir ætla bara að láta reyna það á 4. tilraun. Fögnum því. Og Dennis Ísberg. Það er kjarkur í honum. Og hér kemur Dennis. Og hvað? Hann ætlar að kasta þessu. Og þetta er ekki gripið. Einherjar fá boltan aftur. Þetta skilaði sér ekki fyrir Týrisömenn. Og einherjar fá bara boltan í staðinn í virkilega góðri vallastöðu. Og geta reynt aftur að koma einherjum í 2 vallamarka forystu. Snertimarka, ætlaði að segja. Bergþór og Ingi eru klárir. Og hér kemur fyrsta tilraun á 10. Bergþór, hann leitar langt á Viðar. Og Viðar grípur hann bara! Og hann er farin í gegn! Já! Snertimark! Viðar Gauti með sitt annað snertimark í dag. Það er ekkert að þessu, ekki neitt. Frábærlega gert. Kóngurinn frá Hvolsvelli stendur alltaf frá sínu. Bergþór Filip með geggjakast. Og stökkkrafturinn í Viðari er fáránlegur. Og hér kemur aukastigið sem er í lagi sem fer og 28-14 í staðan. 2,5 mínúta eftir að fyrir leikluta. Og einherjar eru geggjaðir. Bara geggjaðir. Kóngurinn frá Hvolsvelli, maður. Ég veit ekki hvað ég á að segja um hennar gæja. Hann spilaði í Þýskalandi, spilaði í Svíþjóð. Spilaði fótbolta hérna. Var markmaður fyrir KFR. En er kominn í einherja núna og er bara aðalkallinn. Ber titillinn Kóngurinn með réttu.
Þá ætlar Sindri að fara að sparka þessu frá sér hérna. (28-14). Einherjar að sanna það með hverju leiknum að það er ekkert grín að koma til Íslands og mæta þessum gæjum. Það er alveg sama hver kemur hérna, er ekki öllum leik. Og hér sparkar Sindri frá sér. Þetta er gott spark. Verð taka hann upp, en komast ekki neitt. Kevin Burchey kemst hvorki lönd né strönd. Og Týrisö sóknin byrjar hérna 28 yardum frá eigin marki. Gaman að sjá hvað Dennis Ísberg gerir hérna núna. Hann hefur sýnt það kjarkur í honum. Óhræddur við að kasta langt. Fara á 4 tilraun. Ef það virðist virka, þá reynir það. Og hér kemur Dennis. Hann þarf að kasta þessu. Vinnur Ríkard, en Ríkard grípur ekki boltan. Rikki smjörfingur. Önnur tilraun á 10. Dennis Ísberg er klár. Hann þarf að kasta þessu aftur. Finnur núna Kevin Burchey sem fer út af. Græðir hana einhverja 2 yarda, ja, 4 kannski. Og einherjavörðin er að halda vel. Hún gert það allan leikinn. Flagga á þessu úr öllum áttum hérna. False start hjá Týrisö. Þeir fara aftur 5 yarda. Þá var þetta bara þriðja tilraun á 10. Tvær og 20 eftir. 28-14 staðan. Hér kemur Dennis aftur. Þriðju tilraun. Og hann ætlar að kasta þessu. Fer langt og þetta er gripið. En ekki nóg fyrir endurnýjun. Og það er 4. tilraun. Það er 2 mínútur tæpar eftir. Jájá, þeir ætla bara að reyna þetta aftur á 4. tilraun. Og þeir eru að byrja leiklega einherjar. Fá það. Dennis er eitthvað að ræða við þjálfarann sinn að reyna þetta á 4. tilraun hérna. Það er alltaf hættulegt. En það er stutt velend að fara. Þetta eru kannski 3 yarda sem þið þurfa að fara. Einherjavörðin er búinn að stilla saman strengi. Dennis ætlar að láta reyna á það. Fá að sjá hvernig það fer. Og Dennis kastar, þetta er gripið. Endurnýjun er staðreynd.
Vel gert hjá Tyrfingsö. Fyrsta tilraun á 10. Hér kemur Dennis Ísberg og Adam Palonen hlaupari. Dennis notar hann ekkert, ætlar bara að kasta þessu. Þetta er langt og Pierre gerir vel. Virkilega vel gert hjá Pierre. Korgó. Frakkinn knái er kunnað ameríska fótboltann í Frakklandi, það er alveg ljóst. Önnur tilraun á 10. Rúm mínútu eftir hérna fyrir hálfleik. Hér kemur Dennis, ætlar að kasta þessu sem fyrr. Kastar, þetta er ekki gripið. Frábærlega gert hjá Pierre Kogo og Sævari Hlíðskvist. Frábært teimið hana. Mínúta slétt eftir og vonum bara einherjavörðin haldi í mínútu viðbót. Hér kemur Dennis Ísberg og Dennis ætlar að kasta þessu aftur og það er alveg verið að taka niður hérna, næra kastunum en þetta finnur engin einn. AJ Davis og Pierre voru alveg onni í þessu. Þriðja tilraun. Eða hvað? Það er fjórða tilraun. Ekki þriðja. Fimmtíu og 2 sekúndur eftir. Einherjarnir tölta inn á ný. Hér kemur fjóra tilraunin hjá Dennis Ísberg og félögum í Tyrfingsö Royal Crowns. Þeir ætla að reyna á þetta á fjórðu í þriðja skiptið. 50% nýting. Hér kemur Dennis. Finnur útherja. Og þeir ætla að kasta þessu aftur þetta. Nei. Hann nær í endurnýjun. Nei, hann nær ekki neitt í endurnýjun. Ég er að bulla. Þeir ætla að láta reyna okkar sprellikerfi hérna sem gekk ekki vel. Og Bergþór Filip og félagar ætla að reyna að koma sér aftur enn lengri yfir. Þeir hafa sýnt að þeir geta skorað að vild hérna, Bergþór og félagar. Bergþór er með svo góða yfirsýn. Hér koma þær. Bergþór hann kasta þessu. Sjáðu Inga, sjáðu Inga, sjáðu Inga. Hverju sér ekki Inga? Nei, hann fer bara sjálfur. Græðir eitthvað 2 jarda eða eitthvað. Allt í góðu með það. Önnur tilraun.
28 sekúndur eftir að þessum leik, sem hálfleik ætlaði að segja. Við veitum allur seinni hálfleikurinn eftir. Hér koma einherjarnir á aðra tilraun. Hvað hefur Bergþór í pókavatninu fyrir okkur hér? Hér kemur Bergþór og ætlar að reyna að finna Luke Lee hérna. Skemmtilegt. Gengur ekki. Þriðja tilraun. Verð að segja að ég hálfu öfund ykkur áhorfendagóðir að sitja heim í stofu. En hér í Akraneshöllinni er kalt. Það er engin lygi. Hér koma einherjarnir á þriðju tilraun. Og Bergþór fer í kastið. Finnur Gabriel, en Gabriel grípur boltan ekki aftur. Þriðja misgrip hjá Gabriel í dag. Vonandi hristir hann það að sér og fer að grípa bolta. Veit að hann getur það. Hann veit að hann getur það. Það var bara að gera. Fjórða tilraun, 20 sekúndur eftir. Þeir ætla bara að láta reyna á hana. Ég fagna því. Og hvað, eitthvað misskilningur, Bergþór fær boltan, það er búið að flauta. Hvað gerist hér? Þetta var full start. Já, einherjum. Ætla að reyna að næla sér í einhver auka hjarta hann á fjórðu tilraun. Gekk ekki vel. Þá kemur bara Sindri Þór til þess að pönta þessu. 17 sekúndur eftir. Og hér kemur pöntið. Það er gott, fínt pönt, en hann virðist vera að fara út af. Fer ekkert út af. Og Týrisö hefur 8 sekúndur til þess að gera eitthvað hérna í fyrri hálfleik. Átta sekúndur eftir að þessum fyrri hálfleik, öðru leikluta. Týrisö, já, það verður gaman að sjá hvort þið fari ekki bara í eina heila af Maríu. Fyrsta tilraun og 10. Cirka 90 jördum frá endalínu, en þeir ætla bara að segja þetta gott. Það mér sýnist. Leik. Þeir tóku bara hné. Og þá er þessum fyrri hálfleik lokið hér í Akraneshöllinni. Tökum smá pásu og komum áttum með seinni hálfleikinn innan skams.
Jæja, komið þið sælir áhorfendur góðir. Velkomin aftur. Hér förum við að hefja seinni hálfleik. 2 10 mínútna leiklutar. Hér í þráðbeinni frá Akraneshöllinni. Seinna heimili Einherja og eftir Kórnum í Kópavogi. Hér er kalt, en hér er gaman. Það er það sem skiptir öllu máli. Einherjunum er ekki kalt, en mér er kalt. En það er allt í góð, það skiptir engum máli. Þetta er alltaf að fara af stað hérna. Þá eru það Svíarnir sem byrjaði að sparka frá sér og Einherjarnir byrjaði í sókn. Staðan er 28-14, Einherjum í vil. Og Einherjarnir hérna með nánast flekklausan leik fram að þessu. Allt að því. 2 snertimörkum yfir gegn virkilega sterku sænsku liði. Og sem sýnir bara fram á það að ef viljinn er fyrir hendi þá geta menn gert það sem vilja. Og það hefur sýnt sig að góðu grundvöllur fyrir amerískum fótbolta á Íslandi. Og Einherjarnir eru að færa út kvíarnar með því að byrja að spila út á landi. Og fögnum stækkun amerísk fótbolta. En hér er allt að gerast, þetta er onside kick. Og þeir ná boltanum hérna, Nick Woods missir hann samt. En Einherjarnir byrja með boltar hérna svona 45 yardum frá sínu eigin marki. En þetta onside kick gekk ekki. Það er rosa sjaldgæft að onside kick virki. En sakar ekki að reyna. Sakar ekki að reyna. Og hér kom Einherjarnir í svona fyrstu sókn í þessu seinni hálfleik. Bergþór Filip verið frábær. Viðar Gauti og Ingi Þór hafa hins vegar staðið upp úr á mínum mati. Og hér kemur Bergþór, kastar út, Gabriel grípur, frábærlega gert. Og þeir herja á honum hérna. Hann fer ekkert niður. Frábærlega gert hjá Gabrieli, fyrsta gríp hans í leiknum. Við fengið nokkra tilraunir. Greinir er búinn að hrista af sér stressið. Þetta er Skagamaður, spilar á heimavelli í dag. Gaman fyrir hann. Nýbyrjar í amerísku fótbolta, við tökum miklum framförum. En hér er önnur tilraun Einherja. Önnur tilraun og svona 5. Og Ingi Þór hleypur. Og græði kannski 1 yarda eða svo. Og þá er það 3. tilraun. Hér kemur hún. Full start og vel gert. Þeir eru svolítið í þessu Einherjarnir að stela jördur svona með því að lokka andstæðingana til þess að fara of hratt af stað og græða þannig 5 yarda. Þetta er góð tækni á 3. tilraun þegar þú ert stutt frá endurnýjun. En sýnist leikmenn úr báðum liðum hafa farið á hratt af stað, þannig að það núllast út og áfram þetta leikurinn. Og
Kemur Bergþór eitthvað að breyta til. Bergþór, langur bolti á Viðar, en ekki gripið. Góð vörn hana hjá Svíunum. Og fjórða tilraun, staðreind. Og það er alltaf bara að láta reyna. Þeir reyna ekki full start aftur. Nei, þeir eru ekki alveg klárir. Misskilningur þarna. Bergþór og línumenn ekki alveg klárir. Bergþór vildi full start, en Nikulás á línunni, snapparinn, fékk ekki þau skilaboð. En það skiptir, breytir engu upp á þessu. En í staðinn þá fá einherjar ekki að sparka frá sér, heldur byrjar sóknin strax hjá Tyresö. Og það er Teddy Eriksson sem byrjar og hann ætlar að kasta, finnur leikmann númer 45 og hann er tekið niður. Þetta var Erik Wallström, tight end. Algjör jarðýta, Ruddi Rasmusi frá Rasmus Bergli, Dani. Og þeir náðu í endurnýjun. Tyresö byrja krafti hérna eins og þeir gerðu í fyrri hálfleik og hyggjum Ted út á Rikka Smjör sem grípur boltann, en Nicholas Woods tekur hann niður. Nokkri hjartar sem þeir græddu á þessu kerfi. Og Ríkard Olsson náði hérna í nokkra hjarta fyrir Tyresö. Það kemur önnur tilraun hjá Royal Crowns. Og Ted finnur aftur tight endin sinn sem er tekið niður aftur. Flagga á þessu. Erik Wallström grípur boltann, en aðaldómari leiksins flagga á þetta. Þetta var flagg á Tyresö. Þeir færast aftur. Þá er það önnur tilraun og 11. Ekki segja það. Þá kemur Teddy Eriksson aftur. Önnur tilraun, Tyresö. Lélegt snapp, hann nær boltanum aftur og kemur sér út og það er gripið. Hann er tekið niður af Rasmusi Bergli. Filip Persson tekið niður. Góð björgun á Teddy Eriksson hana. Og þriðja tilraun, staðreind. Þá kemur þriðja tilraun hjá Tyresö. Teddy Eriksson. Og hvað, þetta er flagg. Á Tyresö. Það var eitthvað misskilningur hérna. Full start. Þriðja tilraun.
og þeir fara tilbaka næstu því alveg 3. tilraun og 7. Hér kemur það, Ted, langur og Pierre Cargu grípur hennan og hann farinn af stað. Hvað ætlar hann að fara að láta eiginlega? Hann ætlar að fara alla leið! Hann farinn! Snertimark hjá Pierre Cargu. Franska undrið, frábærlega gert. Pick 6. Breytir stöðunni í 34-14. Einar mjög vel. Þriðja inngrip Pierre í þessum leik. Hann á eldi. Þessi gæi óstöðanlegur. Og þá það bara aukastig. Koma þessi 35. Og það gott og gilt. Þrjátíu og 5-14 fyrir Einherja. 4,5 mínúta búin að þessu seinni hálfleik. Og Einherjar 3 snertimörkum yfir. Og kemur vörn Einherja aftur inn á. Og hann bólar ekkert á Styrmum á Ólafsinni sem meiddist þetta í fyrri hálfleik. Hann situr sem fastast á bekknum. Kannski kemur hann inn í vörnina en Sindri Þór ætlar að sparka frá sér. Hann getur til þessu reynt að hefja sókn sína aftur á ný. Og Sindri allir klárir. Hyggjum sparkið, það frábært. Og kemur Persson og hann tekið niður. Kemst aðeins áleiðis að 30 í jördunum. Og hér kemur Einherjavörnin inn á. Og enginn Styrmir. Og það kemur maður í mannstað í þessu Einherjaliði. Það klárt. Og hér kemur Týri Sjösóknin segi ég aftur. Ted Eriksson. Það hlaupa sjálfur. Jájá. Og hann að sækja þetta góða hjarta. Hjálmur í hjálm. Það í endurnýjun en það hins vegar flagga á þessu. Þetta á Týri Söðvörnina, sóknina. Og þeir fara aftur. En þá fyrsta tilraun og 20. Erfið staða fyrir Svíana. Ted Eriksson fær boltann.
Reynir að leita út en Sævar Hlíðqvist sem fyrr mættur. Hleypir engu fram hjá sér, Sævar Hlíðqvist úr Kópavogi. Og þá er það önnur tilraun á 20. Ted Eriksson. Verðugt verkefni fyrir hann. Koma til í sjósókninni í endurnýjun. Hefur 2 tilraunir. Og Ted finnur útherja sem tekið niður. Komast lítið áleiðis þarna. Fann þarna Kevin Burchey. Þriðja tilraun á 20. Sjáum hvað gerist hér. Ted Eriksson sennilega orðinn langþreyttur á því að vera alltaf að elta og reynir að fara eitthvað áleiðis en er tekinn niður jafnharðan. Og hér er kýtingur. Jökull Jónas, lestarstjóri. Það voru bara 4 tilraun. Þeir verða eiginlega að taka sénsinn. Þeir eru það mikið undir. Og þeir ætla bara að gera það. Já, Ted Eriksson á 4 tilraun. Og Nicholas Woods grípur bara boltann. Frábærlega gert hjá Nicholas Woods. Og það er komin hiti í þetta hérna. Við fögnum því. Frábærlega gert hjá Nick Woods. Og einherjar fá boltan hérna í fullkominni stöðu. Þetta er bara fyrsta tilraun á mark hérna. Sjáum hvað Bergþór Filip ætlar að gera hér. Og Bergþór ætlar að kasta langt út á Viðar sem nær ekki boltanum. Tært. Og það er önnur tilraun og mark. Hér kemur önnur tilraun. Hjá einherjum. Og hér kemur Bergþór. Hann ætlar að fara sjálfur. Og fer alla leið. Frábærlega gert. Bergþór Filip Pálsson. 41-14. Þetta er að fara í ykkur einstefnu en það. Þá kemur Sindri í aukastíð. Og það er gott og gilt.
42-14. 3:30 eftir á þriðja leikhluta. Og Sindri ætlar að sparka frá sér hérna. Þetta sýnir bara hversu sterkir einherjarnir eru. Týri Sjöliðið fekk ekki á sig meir en 20 stig allt síðasta tímabil og skoraði meðaltali 50. Þeir eru komin með 14 hérna og búin að fá á sig 42. Það er 1,5 leiklut eftir hérna. Þetta sem stemdi í einhvern spennandi leik. Þannig að það er ekki lengur. Hér kemur Sindri. Geggjaspark, eins og öllunum spörk í dag. Og hér koma Týri Sjömenn. Og Rikki Smjör missir boltan enn og aftur. Og þeir náðu boltanum. Einherjarnir náðu boltanum á Rikka Smjöri. Viðurnefnið með réttu. Ríkard Olsson grípur boltan en missir hann síðan og einherjarnir vinna hann tilbaka. Þvílík frammistaða. Og Bergþór Filip mættur aftur. Sjá hvað það gerir hérna. Það var í eitthvað sprellikerfi. Nei, Ingi Þór fær boltan. Og Ingi Þór er lítill en hann er í jarðhita. Og hér er flagg á Luke Lee. Nei, Gabriel Andra. Þetta var ekki sniðugt hjá Gabrieli. Ítir í baki á cornerbakkinum hana. Og já, óíþróttamæsleg framkoma. Þetta er rétt. Gabriel Andri Hafþórsson tryggir það að einherjar fara aftur jarða. Þá eru einherjar allt í einu komnir í erfiða stöðu eftir heimskulegu mistök. Önnur tilraun. Hér kemur einherjasóknin. Bergþór setur hann á Inga. Ingi næstu komin í gegn en fer ekki fett. Þriðja tilraun. Hér sjáum við, kynnum við til leiks Tómas Andrés Kolbensson. Kemur úr unglingastarfi einherja. Ungur og hraður. Hér kemur þriðja tilraun og langt. Bergþór kastar langt á Luke og Luke grípur bara boltan og snerti mark. Þvílíkur gæi, þvílíkur maður. Luke Wildung. 48-14 er staðan. Og
Þetta frábær frammistaða hjá þessum strákum í Einherjum. Alvöru gæjar. Kemur Sindri og reynir við auka stigið. Það gott og gilt. 49-14 staðan. Þetta glæsileg frammistaða. Þessi strákar Einherjum til sóma og amerískum fótbolta til sóma. Þeir svo sannarlega að koma Íslandi á kortið í amerískum fótbolta. Og þá röltir Sindri aftur inn á völlinn til þess að sparka frá sér. Sindri ætlar að reyna það sama á hann. Segir hann hérna við liðsfélaga sína. Og ávanda bolta. Og Sindri stillir boltanum upp hérna. Sparkið ekki sérstakt. Og hér koma Týri Söö og Kevin Burgey hreint út af. Og kemur Týri Söö sóknin einu sinni í fyrstu tilraun á 10. 2 mínútur eftir að þriðja leikluta. Og það Dennis Ísberg sem komin aftur í leikstundastöðuna hjá Týri Söö. Leikhlé hjá Einherjum. Hér bæði komin inn á aftur. Tilbúinir í tuskið. Dennis Ísberg búinn að komin inn á fyrir Teddy Eriksson í leikstjórnandan. Skiptir svo bróðlega milli sín. Hér kemur Dennis. Kastar langt. Þetta ekki gripið. Þetta hefur sannlega verið pass interference. Eða hvað? Týri Söö sóknin fær endurnýjun hérna. Fyrsta tilraun á 10. Við miðlínuna. Og hér kemur Dennis Ísberg og hann ætlar að kastar út á. Þetta gott hlaup. En Sævar Hlíðqvist kastar honum út af. Filip Persson greip þennan bolta frá Dennis. Kemur þeim áleiðis.
Endurnýjun, fyrsta tilraun og 10. Og hér kemur Messi Góminn sinn. Og hér kemur Dennis allra kast honum. Finnur engan. Ekkert póstfangað þessu. Önnur tilraun og 10. ...40 sekúndur eftir að þessum leikluta. Hér koma þær aftur Tyrfisu. Dennis kastar út á Persson. Persson tekinn niður. Vel gert hjá Jordan Valencia þarna. Þriðja tilraun og 5 hjá Tyrfisu Royal Crowns. Stefnir allt í það að þeir hafa komið í fíluferð. Þriðji leikluti rennur sitt skeið. Og breytt leikluti eftir. 10 mínútur eftir þessum leik frá Akranesi. Frábær frammistaða hjá Einherjum í dag. Ég sé það ekki gerast að þeir fara að missa þetta niður. En við viljum auðvitað að þeir fara bara að bæti, setja fleiri. Og ef ég þekki á rétt, þá gera þeir það. Þeir sýna enga miskunn. Og hér skipt vallarhelminga áður en leik haldið áfram. Engar pásur, bara áfram gakk. Og hér koma þeir í Tyrfisu. Þriðja tilraun og 5. Full start. Þeir reyna að finna touchdownið. Gengur ekki. Mér sýndist þetta að vera full start hjá Einherjum, sem þýðir að þeir fara áfram 5 yarda. Og allir fá ekki endurnýjunina þá. Nei, ekki endurnýjun, en mjög nálægt. Inches. Hér kemur Dennis út á útherjan sem grípur boltan, endurnýjun. Fyrsta tilraun á 10. Ágætis kerfi á Tyrfisu. Hér kemur Dennis, finnur Persson, hann fer ekki alla leið og spurning hvort þeir hafa náð endurnýjuninni þarna. Það eins og að flagga á þessu. En Tyrfisu menn hafna því, nýta sér frekar hjartanu sem þeir náðu. Þá vorum við að tala aðra tilraun og 1 yarda, kannski 2. Hér kemur önnur tilraun.
PR stjórnar vörninni eins og herfóringi og Ríkard Olsson missir boltan. Við höfum séð það áður í dag. Þriðja tilraun og 2 segja það. Hér kemur þriðja tilraun frá Tyrísö. Dennis Ísberg klár. Hann ætlar að kasta honum út og þetta ekki gripið. AJ Davis náði fingrum á boltan. 4. tilraun, staðreind. Það var bara spurning hvort þeir ætla að reyna við vallamark eða öll 6 stigin. Þeir græði ekkert á vallamarki, þannig þeir fara væntanlega bara í snertimarkstilraun. Já. Það reyna við þetta á 4. tilraun. Hvað gerir Dennis hérna? Dennis Ísberg ætlar að kastar hann langt og þetta snertimark. Snertimark hjá Tyrísö Royal Crowns. Þetta var Emil Dahlbom sem náði þessu og kom leiknum í 49-20. Þeir ætla að reyna við 2 stiga. Og Dennis ætlar að kasta langt. Þetta gripið, 2 stig. Og þá staðan 49-22 þegar 7:30 eftir af síðasta leikluta dagsins. Þeir reyna ekki við onside kick hérna. Sparka stutt með frá jörðinni til hliðar. Það er Karl Berry. Maður reynir það. Og fá að sjá þetta hérna. Æja, langt. AJ Davis nær boltanum. Ætlar að hlaupa með hann eitthvað áfram. Fer fram hjá 2, 3, 4, 5. Það ná ekkert að stoppa hann. Frábært hlaup hjá AJ Davis. ...40 yarda línuna, cirka. Bergþór Filip kemur aftur til leiks með sóknina. Rúmlega 6 mínútur eftir. Og fyrsta tilraun á 10 hjá Einherjum. Bergþór ætlar að kasta. Finnur Luke Lea sem er bara farinn. Hann er farinn. Þetta er Gabriel Andri Hafþórsson. Skora snertimarkið. Heimamaðurinn á heimavelli. Skemmtilegt moment fyrir hann. 53-22. Geggjað hlaup hjá Gabriel Andra. Frábærlega gert. Og þá er það bara aukast í hjá Sindra. Ætti að vera formsatriði. Frábært hlaup, frábært snertimark. Og Sindri
Kemur þessu inn 54-22. Ég var aldrei góður í stærðfræði. Og það Sindri að fara að sparka frá sér hérna. Fjórar 30 eftir á síðasta leiklutanum. Þeim fjórða. Og þá ætlar Sindri að fara að sparka frá sér. Virkið með það, langt og gott. Þá kemur Ríkard til að hlaupa og hann er negldur niður. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Og Ríkard Olsson fyrsta tilraun og 10. Dennis Ísberg ætlar að stjórna Týrisvörninni hérna. Reynir að gera það eftir bestu geti vonandi. Hér kemur fyrsta tilraun. Og Dennis ætlar að kastar út. Nick Woods er svo nálægt að grípa þetta. En hann stoppar Kevin Burgey frá því að ná þessum bolta. Vel gert hjá Nick. Önnur tilraun og 10. 3 mínútur eftir. Hér kemur Dennis, kastar á Kevin Burgey, hann er fljótur. En Nathan Geir stoppar hann í svorunum. En Kevin Burgey náði nokkra hjarta hana. Þriðja tilraun og 5. Tæpir 5. Hér kemur þriðja tilraunin hjá Dennis Ísberg. Og flagg alls þar frá, en þetta er langt. En Rikki Smjör nær þessum boltæki. En ætli þetta hafi ekki verið full start þarna. Jájá. Full start sem þýðir endurnýjun. Fyrsta tilraun og 10. 2 og 8 eftir að þessum leik. Hér koma Týrisö, Dennis kastar út á Kevin Burgey. Og Kevin Burgey með frábæra hreyfingu hérna. Tekur Nathan Geir og engulbreykar hann. Henni stoppar á lokum. Við erum komin inn í síðustu 2 mínútur leiksins.
klukkan fyrir að stað og þá ætlar Dennis Ísberg að reyna að klóra eitthvað í bakkan hérna fyrir sínum menn. Adam Palonen hefur ekkert fengið boltan og enn og aftur fól start. Og hér gerir Tyresö sig klára til þess að hefði hann að leika 9. Þetta var endurnýjun, fyrsta tilraun á 10, 1:26 eftir. Hér kemur Dennis, ætlar að fara langt og reynir að leita Ríkard Olsson sem nær boltanum og frábærlega gert. Frábært kerfi á Tyresö sem kemur sér að 20 hjarta línunni. Og hér er mínúta eftir. Við erum komin inn í loka mínútuna. Hér koma þær í Tyresö. Það er flagg. Og hér koma Tyresö, þeir hafa fengið flagg á sig, fara aftur undir 5, þá er þetta fyrsta tilraun á 15. Og hér kemur svo tilraun. Hvað gerir Dennis hérna? Og vel gert hjá Luke Wildung hérna, blokkar boltan bara. Önnur tilraun á 15. Þetta var frábær varnarleikur. Og önnur tilraun, hún er löng og hvað hérna? Þetta er frábær varnarvinna hjá Rasmus Bergsley. 10 sekúndur eftir og það er flagg á þessu. Hér er einhver hiti, Jordan Valencia er æfur, hvers vegna veit ég ekki. En við höldum þessu bara áfram hérna síðustu 10 sekúndurnar. Og þetta hefur verið flagg sennilega á Jordan Valencia þá. Þeir fara áfram 10 hjarta og fá endurnýjun. Hér koma þeir í Tyresö, reyna að ná einu snertumark hérna í lokin. Dennis bootleg fer í hina áttina. Og þetta er gripið, touchdown hjá Kevin Burchey var það. 56-28. Tæp sekúnda eftir. Þeir ætla að reyna í 2 stig, koma þessu upp í 56-30 einnig lokin.
Hér kemur Dennis, finnur Ríkard Olsson, en hann kemur sér ekki inn, hann er að staðan. 56-28, loka tölur hérna úr Akranesi. Frábær leikur Einherja.